Komið sæl og velkomin í podcast kopp.is. Við ákváðum að slá til og taka bara, þetta svona hálfgerðan auka þátt vegna þess að það búið að vera svo mikið að frétta í vikunni. Liverpool búið að ganga frá kaupum á Shaqiri frá því við tókum upp í síðustu viku. Þeir eru með samþykkt tilboð í Alisson Becker, markmann Róma og eru þá líklega að gera það dýrasta markmann í heiminum og það er ennþá fréttur að Fekir geti komið til Liverpool. Þannig að ég segi, við ákvæðum að slá til og ég er með strákana með mér á línunni. Maggi, þú ert mættur í Breiðholtið? Algjörlega, klárislegin. Og Steini, þú ert ennþá í Hellirnum, takk fyrir síðast og við komumst allir sæmilega og skallaði frá þessu. Já, ég held það allavega, það hefur ekkert frestafri en öðru, en já, ég er mættur Hellirinn. Þú maður klára stellurna? Herðu, það er smá stella hérna í skáp. Það er ekki fram. Við tókum nú lofar, það vorum ekkert í vinni mínum að við myndum aldrei taka upp Betru aftur eftir síðasta þátt, þannig að það greinilega hefur hitt í mark. Jæja. Greinilega hitt í mark. Já, það er hvað til því. Annars bara, við ætlum ekki að taka langa þátt, ég reikna með að geta hlaupið allsbyrðið í Breiðholtsspilinu eftir að vera að líða kvöldi. Þetta verður að vera staðfest. Viltu gefa smá fyrirvara þannig að fólk Ég ætla samt að viðurkenna að þetta er ekki komin að 14 like. Ég reiknaði með miklu fyrir like á þessari færslu, sko. Það er að segja alveg svo er. Þannig að það er aldrei eitthvað að tekur upp á. Ég veit ekki hvort að fólk sé að alltaf ég sé að ljúga þessu. Þetta er ekki þannig. Hvernig haldið að sé að fá skeggjaðan skólastjórar nakin hlaupandi niður Breiðholtsspil. Sjáu þetta fyrir ykkur. Ég sé allavega fyrirsagnir það. Og ég myndi með fundin daginn eftir. Já, það hefur verið mínum allavega. Þannig að við ætlum bara að drífa okkur í það þá. Fyrirsögnin var alltaf Alisson Becker til Liverpool. Það myndi allir skilja þetta. Já, og síðan fundurinn nýr dagur hjá Magnúsi. Maggi, byrjum að þér bara, reyndu bara að koma þessi að í orðum, hversu mikið uppgreitt Alisson er á, við erum alltaf búin að kanna þetta núna aðeins ítarlegar heldur en við gerðum í síðustu viku þar sem þetta var nú ekkert kannski, það var nú ekkert on hjá okkur þá sko, en hvað er þetta mikið uppgreitt á Karius og Baktus og þá hvernig? Ég er náttúrulega sko sem bara vera auðvitað það með allir virðingu fyrir kaupum síðustu ára alltaf, þá svona verandi náttúrulega nærri því með pervertískan áhuga á markvörslu svona í gegnum æðina og er alveg þar þá er ég búinn að vera bara í gegnum 20 ár bara að vera að svekkja mig á því að vera alltaf verið að grafa upp einhverja upplýsingar einhverja markmenn, ég fer ekki dóna því í rauninni á síðustu 20 árum og þá er það Pepe Reina svona eini sem að svona maður hugsaði með sér, já, hérna er eitthvað komið sem að verður bara gaman að sjá og það var það í nokkur ár. Við erum örgulega eftir að fara eitthvað gegnum tækniatriðin og hvernig munurinn á þessu en bara það að vera að kaupa brasilískan landsliðsmarkmann sem er klárlega alltaf á topp 10 markmönnum í heiminum í dag bara núna og á þessum aldri eigandi eftir vonandi 10-15 góð ár í fótboltanum er bara svona það statement sem að ég veit að klúbburinn minn sé að gera og við kannski ræðum það eitthvað svona hliðarskref hérna eftir með hvað hefur gerst á síðustu 2-3 árum varðandi þá stefnu sem klúbburinn er að fara en að í rauninni að þeir taki þetta skref í kjölfar og dýrasta varnarmann í heimi kaupið dýrasta markmann í heimi er frábært og það er kannski bara ef við bara berum saman þegar Karius var keyptur einhvern gaur sem hafi verið í topp 3 í Búndeslíkunni ofsalega efnilegur á 5 milljónir punda núna er að fara í heitasta bitan á markmannsmarkaðinum 66 milljónir og uppgreitið er það að það verður að kaupa leikmann sem hefur sannað sig á stórum sviðum auðvitað hann eftir að sanna sig í enska boltanum það er alveg til dæmi markmenn sem hafa floppað þar en þegar þú ert komin í það að vera í því pressustarfi að vera markmaður í brasilíska landsliðinu sem nú sennilega ein mesta pressu svona markmannstaða sem þú finnur og spila á Ítalíu sem er sterk deild þá ertu og ert búin að sanna þig þar þá er það sem að gleður mig mest að fá þarna leikmann sem að ég bara er sannfærður það að geti verið langtíma lausn sem að við getum hort á sko heilt yfir ef við förum aðeins að velta fyrir okkur einhverju sko hvað hann hefur fram yfir þá hina er það 7-9-13 það er kannski stærst og mest það eru færri veikleikar bæði Karius og meiri sem minnulegi hafa alveg styrkleika sem við getum einhvern veginn rúllað yfir eftir en hann gerir færri stór og slæm mistök fyrir utan það náttúrulega
hann frábær í fótunum líka, hvort það að senda hann tilbaka, að taka stuttu og löngu sendingar og það allt, það svona stærstu uppgreitin, en það að vera markmaður, þetta er svo mikið sálrænt, þetta er svo mikið ego, þú ert í lungana leiknum, ert að horfa á leikinn, þú ert ekki þáttakandi í leiknum, nema í kannski 5-7 mínútur af 90 og það að vera komið með mann sem að höndlar þá einhverja stöðu og höndlar það verkefni, held ég að muni verða mikið uppgreit á því sem við erum að sjá og munum aftur eignast markmann sem að mun klára og vinna fyrir okkur leiki sem skipta máli með virðingu fyrir Karius, ekki kannski bara móti Newcastle, heldur líka móti stærri og sterkari lið. Þannig að það held ég sé stóra afskrift að fá svona mann sem bara næsta skref fyrir ofan alla markmenn sem við höfum átt síðan að reyna að vera fyrir sitt besta. Steini, þú tekur eina bolta. Já, ég veit ekki hversu maður var farin að hljóma eins og bara mjög illa gauðrispuð plata hérna þegar að ég held ég hef verið búinn að tala í 28. podcastinu röð Virgil van Dijk komið langaði ekki hann. Það fer þetta að fjölga helviti mikið fólki sem veit ekkert hvernig plata, hvað þú tala sko. Já, það reyndar alveg rétt og ég var að hugsa að reyna að uppgreita þetta og fara að tala geisladiska en það álíka margir sem tekja þá ekki heldur. Já, við þurfum að mest spila að læra á Spotify. Þetta næstar ég að finna ykkur líkingu varandi stafræna tónlist. En allavega, ég endurtek mig í sífellu. Gerði það mjög reglulega með Virgil van Dijk og búinn að gera það núna ansi lengi með þennan Alisson gaur og ég fer ekki ofan því. Þessi hugmyndafræði, þessi leikstíl sem að Klopp að láta Liverpool spila og við skulum ekkert vera að halda þér fram að liðið hjá Klopp, Dortmund liðið sé eins og Liverpool liðið í dag. Þó að hann sé mikið fyrir mikla hápressu og heavy metal og whatever sem búið að koma fram hérna gegnum tíðina, að þá þetta Liverpool-lið sem hann að búa til núna, það svolítið uník, það er frábrugðið þessu Dortmund-liði á mjög jákvæðan hátt. Og það svona, þetta hefur hann ekki gert áður. Varla keypt markmann áður. En málið bara núna hann með bara fullt backup hjá stjórnendum og eigendum Liverpool og núna hann bara að púsla inn þannig að hann geti eins og hann hefur verið svona í að spila mjög hátt með miðvörðina sína, spila með vörnina mjög hátt. Það getur hann ekki með minni og leið. Það var hann að reyna með Karius og það tókst ágætlega og lengi framan var svolítið breyting á þessu með Karius. Hann betri í löppunum heldur en minniulegi. Það svo besti í svona setupi Manuel Neuer og við vitum allir hvernig hann rankaður í fótboltaheiminum þegar hann fyrir meiðsli og verður örugglega áfram núna þegar hann komin á skrið. En það stóra boxið að mínum dómi sem að Alisson Becker að tikka í. Það þetta aftan með vörnina og alveg eins og Maggi var að tala það sem að maður hefur lesið frá þessum þjálfurum, Róma-þjálfurum og þeim sem hafa verið umgangast hann, að það bara úsar allt af sjálfstrausti í kringum hennar gaur. Hann smitar svo mikið frá sér og Klopp hefur lagt gríðarlega áherslu á persónuleika og bara hvernig menn fyrir utan fótboltahæfileikana. Og við sjáum alveg bara nákvæmlega hvað hann var að gera með Virgil van Dijk í því og ég held að sé gera nákvæmlega sama þarna með Alisson Becker og ég var gríðarlega spenntur þegar að Virgil kom og ég að samanskapi gríðarlega spenntur núna. Mér finnst þetta bara alveg rosalega stórt statement. Við tölum náttúrulega eins og hann sé kominn. Við þekkjum allir Fekir-söguna og allt það, en ég bara byrjar að leyfa mér að tala svona.
Það sama hér, einhvern veginn bara við kannski pínlítið kaldur og við verðum þá bara að taka það okkur ef maður sé búin að detta upp fyrir en minna þeir miðlar sem maður er að lesa á Twitter hafa aldrei og voru ekki einu sinni svona með varandi Fekir á þann ákveðin hátt en auðvitað geta en þá fallið á Medical, við áttum okkur alveg á því að það ekki klart fyrir Medicalin klár en það náttúrulega allt önnur saga á bakvið hnérna á Fekir heldur en þessum brasilíska strák sem hefur alltaf meðst á ævinni þannig að ég held að það yrði þá að vera einhver hann myndi detta og lærbrotna á leiðinni niður á flugvélinni sem myndi geta komið í veg fyrir það sko. Það er bara þannig að það er allir miðlar sem eitthvað koma nálægt boltanum búin að vera að dokumentera þessa hluti alla og hann er alveg kominn, við vitum það er bara þannig. Hann mættur til Liverpool sko, það er búið að trakka enga flugvélina og það er allt klárt. Hann sko nákvæmlega svo að segja sko, Fekir dæmið fer það var aldrei félagaskipti farið jafn langt eins og hérna hjá Fekir og síðan hættu við. En menn vissu samt af því að hann var búinn að lenda í erfiðum hnémeiðslum fyrir einhverjum 2 árum. Menn vissu alveg af því. En þegar að seinna álitið kemur þá vilja restructura þann díl aftur. Það er ekkert slíkt upp á teininum hjá Alisson Becker. Þannig að það er alveg stjarnfræðilega bara akkurat eins og þú segir, það bara leigubílið þarf eiginlega bara að gera eitthvað drastískt til að þetta detti fyrir sig. Já. Tók aðeins saman Maggi tölfræðið sko varandi mistök þá sérstaklega hjá þessum 3 markmönnum okkar á síðasta tímabili og Alisson og fleiri markmönnum og þar kemur til dæmis fram að hann er alveg svona elítu klassa, hann er að verja 3,41 skot í leik sem sko, þú veist, þetta er á við 2 skot í Karius sem átti bara notabene mjög gott tímabil eftir áramót í fyrra í deildinni og Minjoli var með 0,95 sem sko minn en 1 skot í leik sem sko enda hræðilegt en þetta sýnir það svolítið að þú veist, það er ekkert alveg að bera saman leiki hjá Róma Liverpool en að hann er alveg á þessum elítu klassa hvað þetta var, hann er að verja meira heldur en heitir expected goals þar sem hann er að verja þá meira færum heldur en Róma ætti með réttu að fá á sig. Þetta er hægt að horfa þannig að Liverpool var að fá þá klárlega miklu meira mörkum á sig bara þegar voru með lélegri markmenn og svo náttúrulega líka sem ég veist mjög áhugavert ég var að skoða muninn á honum að hann er einhvern 2 cm stærri en Karius en 15 kílóum þyngri. Já, hann er 1,93. Þó þetta sé ykkur í fjóra sko, ég ætla ekki að heldur að fara að tala illa Karius en það er náttúrulega eitt af því sem náttúrulega það sem þegar við fara að tala hérna voru stríðan lengst af á sokkabuksunum og blondinni sokkabuksunum sem einhverjir villisingar voru að kalla hann þá gefur það til vegna þess að hann er ekki sérstaklega svona búlkaður sem markmaður en Alisson Becker er það sem er náttúrulega ef en langar til þess að fara á YouTube og finna geggjaðar markvörslur hjá Alisson Becker, þá fáið svona 20-30 slíkar og hann er markmaður sem er í þeim klassanum, hann er svakalegur línumarkmaður og hefur alveg ótrúlega flotta taktík þegar hann er að fara í skot sem eru nálægt honum og allt sem er í kringum hans sem hann svona býr til þessa flotta fínu hluti, en hann er líka hundgóður að fara út í teginn sem verður auðvitað þar sem hann það líka getur gert á Bretlandi þar sem djöflagangurinn verður töluverður þar og þar fannst mér til dæmis Karius ekki, hann heillaði mig aldrei og hvað þá minni leika langinn þó hann hafi unnið í sínum veikleikum svolítið, þú veist, þá var minni leiðin á hann alltaf því að vera bara svona, eins og ég fer ekki að dóna því, hann er góður markmaður, Karius er góður markmaður, Alisson er mjög góður markmaður og það er bara það sem við erum að fara að fá þarna núna einhvern veginn inn í það. Einn parturinn af því það að hann er stór og sterkur og þetta er gaur sem hann sparkar yfir í teig ef svo byrjur undir, ef við viljum sækja hratt þá hann ættir að taka nokkra bolta bara eins og reyna að gera því upp á sitt besta þar sem við erum eftir að sjá tilhörinu þar sem að Salah bóði bara mark eftir stóðsendingu frá Alisson en hann er einhvern veginn hann er bara svona eins og Steini sagði hann ústarlega sjálfstöðusti og bara er einhvern veginn á því að hann hafi innleitt fyrir því menn voru svolítið að skjóta á hann móti í svona Rómaleik en ég hef svo búin að horfa ofta þau mörk svo að því að það er rosalega erfitt alltaf að fara að klína einhverju mörkum og hann þar sko voru bara mörk sem var rosalega erfitt að verja og ganga frá
á móti þá fannst mér hann leysa allt það sem maður vildi sjá hann leysa, einmitt eins og Steini var að tala á hann, fór í háa línu, kemur þetta í langt úthlaup og gerir fullt af hlutum sem að standa klárir og ég meina að tala um úsa sjálfstraustið, ef við tölum það, við vitum allir að Van Dijk fullur af því, ég var mjög jákvætt og þó að Schmeichel vitleysingur hafi ákveðið að reyna einhvern veginn að sparki Lovren eftir hennan HM úrslitaleik, Lovren kemur út úr HM með fullt sjálfstraust, svo fáið þennan gaur þarna fyrir aftan, þá ertu komið Hafsenda og Markmann sem einhvern veginn eru bara alveg tilbúnir að einhvern veginn take on the world og bara græja það og það bara það sem maður auðvitað vill bara hafa í þessar eftirstu línu, menn sem bara eru bara með möguleika á því að leysa fullt af málum sem þeir munu þurfa að leysa. Steini, það kemur líka svolítið fram í eins og maður skoða tölfræðina, hann kannski ekki eitt að verja eitthvað, þetta ekkert yfirnáttúrulegt þannig sem markvörslir að flest af þessum dauðafærum sem hann fekk á sig dauðafærum þeir fóru inn en það er rauninni, ég veit ekki hvernig ég kom orðum að maður er svona að lesa í gegnum að hann allavega gerir það sem hann á að gera og alltaf eitthvað aðeins betur. Ég veit ekki hvort ég á að koma þessu nógu rétt frá mér en hérna. Ég það orðaði þetta einhver á Twitter í dag sem ég fylgi þar ágætan. Hann var ekki rosalega spenntur fyrir Alisson frá fyrirfram og hann svona setti þetta út í kosmosið að hann væri bara að verja þessa bolta sem væri ætlast til þess að markmanninn myndi verja og bara svona væri að taka þessi easy save og væri kannski ekkert að taka þessa bolti sem að til dæmis David De Gea að taka. Ok, jú, við höfum síðan margar markvörslur þar sem hann hefur verið að taka akkurat þetta en þetta, hann var svo hissa þegar hann fekk svarið tilbaka, já, að því fílu hann. Að því að hann að taka boltana sem þú býst við að markvörður taki. Hversu oft höfum við hort á minnulega ekki taka bolta sem við búist við að hann taki. Það er réttur punktur. Þetta er ekki svona nákvæmlega sem þú segir, þetta er ekki svona De Gea ekki eins mikið allavega aðeins, hann að taka stundum bara svona alveg út úr kortinu sko. Nei, ég meina eitthvað sem þú átt bara ekki geta varið. Við erum ekkert að fara fram á það, auðvitað er það rosa bónus. Það sem við erum að fara fram á og viljum fá í svona háklassa markverði er að hann taki þessa bolta sem hann á að taka. Það sé erfitt að klína á hann að já, þetta átti hann að taka. Og það virðist vera bara svona hans saga að hann er að taka þessa bolta sem að menn búast við að markmenn taki. Og hversu risastór prósenta er það af öllum skotum sem koma á mörkin. Ég held að Maggi, hann hefur nú reyndar staðið á þessari línu á næstu í þessu leveli. Hann getur örugglega sagt okkur betur frá því en Hvað Maggi, þegar þú varst í Þorlákshöfn, hvað varstu með það? Varstu með einhver 12 varin skotið leik og 5 mark á þig, hvernig var það? Ég er mjög svektur með það, þetta hafi ekki verið tölfræði, því ég ætla nú ekki að láta sig yfir spila með öllum bestu liðum Íslands og ég fekk fullt af skotum, þannig ég var örugglega rankað mjög hátt í einhverjum tölfræðisensum, sko, það er bara þannig. En það er sko, ég er alveg sammála í þessu, en það er samt þannig að þið farið í gegnum YouTube þar sem bara, þau getur bara tékkað á saves of Alisson Becker. Þá er hann samt líka alveg hygglust að taka þarna vörslur sem eru á okkur stað. Það er alltaf svona erfitt með þessa tölfræði út af víseinar, það eru einhverjum svona menn sem einmitt reikna sko hvað er markmaður á að taka og hvað ekki. En hann er alveg ótrúlega naskur á hlutinu og hann er óbúðslegur akrobat. Þetta er gaur sem hendi sér út í stöng alveg hent bara hægri vinstri, en hann hefur aftur á móti líka þessa áru sem mér finnst svo flott að hafa, að hann er líka maðurinn sem er alveg tilbúin að vaða út í teig til að sækja bolta sem allir De Gea gerir það alls ekki sko. Við skulum alveg hafa það hreinu, það er held ég eftir að sérstaklega í dag og aðeins undanfarna daga, það er háskólinn á að átta sig á tölfræði kringum markmenn út af því að maður ofta að skoða sömu tölurnar og það er ekki eins og sama útkomin hjá þessum tölfræðinördum sem er að taka þetta saman sko. Þetta er algjör sprenginsvæði að bara taka ekki mark á því sko. En það kemur samt, hann er samt í ítölsku deildina að þeim skotum, bara hvort þess voru erfið skotið ekki, að bara skotum með markið, þá er hann með besta hlutfalli, hann var eitthvað 77,7 sem að hvað það var að gera hann að besta markmanni deildarinnar á Ítalíu á síðast tímabili sem að kannski gefur einhver indikator hvað hann er öflugur sko. Já, sammála það. Það er núna
Það núna verið að tala í rauninni sko, maður sér slattapúlurum koma núna fram og segja bara herðin, ég vildi Oblak. Já. Ok, gott og vel, Oblak er einn af þessum topp 10 klárlega í heiminum líka og jafnvel ofar. Máli bara, sko þetta virkar ekki svona, við getum bara valið okkur, já við viljum þennan. Það ekkert, alveg sem Maggi kom inn á í byrjun, það ekkert á hverjum degi sem að menn hafa tækifæri á að kaupa markmenn úr þessum efsta klassa. Það bara mjög, svona, við höfum séð það gert þegar þeir eru á yngri árum. David G. var keyptur þegar hann var ungur leikmaður hjá Atletico Madrid, Manchester United og var bara frekar dapur fyrstu árin. Courtois var keyptur mjög ungur til Chelsea, lánaður til Atletico Madrid og kemur síðan tilbaka betur mótaður. Petr Cech, hann kemur frá Rennes til hérna, að mér minnir, til Chelsea á svakalega penning, ekkert rosalega þekktur. Buffon keyptur frá Parma yfir til hérna Juventus þegar hann og koll af kollið. Ég meina þetta, það ekkert á oft sem að þessir markmenn eru í rauninni svona mögulegir í sölur og ég bara handviss það. Oblak, og ég hef sagt það áður í þessum podcastum, Oblak held ég það sem Klopp að gera. Það að vera þessi rauninni aftasti varnarmaður. Hann mjög góður og sterkur á milli stangana, hann kemur mjög ungur til Atletico og stendur þetta væntingum, en hann að mínum dómi ekki, hann passar ekki jafn vel inn í þetta dæmi hjá Klopp. Þannig að það bara svo margt sem að svona veitir manni bjartsýn og auðvitað getum við ekkert sagt að hér og nú hvernig þetta kemur til með að ganga, en mikið ég glaður. Þetta í fyrsta skipti, þetta mjög meiri bjartsýn heldur meiri sem þegar við keyptum Pepe Reina og að því hann var búinn að taka dífu eftir, hann fer hátt hjá Barcelona og dettur síðan niður aðeins og nær sér aftur upp hjá Villarreal þegar við kaupum hann, en þetta risastórt. Aðeins að fá að grípa þetta þarna með sko Oblak, ég bara hefur alveg ánægður með Oblak, þessi tveir gaurar eru auðvitað bara þessi nöfn sem allir munu hamast eftir, og ef við náum að grípa þetta núna, þá getur bara vel verið að einhverjir aðrir risar verið þá að hoppa eftir Oblak, en ég segi svo Steini, ég sammála því, ég held að það verið erfiðar að ná Oblak frá Atletico og ef einhverjum tekst að þá það bara frábært, en fyrir utan það, þessa tvo, þá bara segi ég sko að við vorum öll búin átt okkur á því að Karius bara ekki að ná að meika þetta og þessi bara alveg ljóst mál og þessi æfingaleikir og þessi pressa sem strax komin á hann og hans viðbröð í búrileiknum einhvern veginn að vera ergja sig á einhverjum fólki í búri sem auðvitað stríðunum, bara alveg ljóst mál að mótsöðu var farið. Þá bara, ég bara var búin að hugsa hvernig ætla ég að vera hérna 11. ágúst eða 1. september þegar mótinu lýkur og við förum með Karius eða förum að kaupa einhvern eins og, þú veist talar Kasper Schmeichel eða einhvern Böttland, einhverja svona gaurar sem við verum enn og aftur að fara að vonast til þess að vera að fara að fá. Þannig ef að menn eitthvað fara núna að segja ég vil freka frá Oblak, það bara, mér mínir við til bara svona einhver svona lenska okkar til þess að svona einhvern veginn að vera vissum það allt sé ómögulegt og fari illa, og ég skil ekki rökin út af hverju menn ætti að vilja Oblak frekar heldur en Alisson vegna þess að þetta eru markmenn sem hafa svona ákveðin element mjög svipuð og það sem mér finnst alltaf vera bara klárt mál að meðan Oblak kannski búin að vera að spila í erfiðari deildamörgu leyti, þá Alisson búin að vera í þessu landsliði sem sko þekktast og stærsta landsliðs heims og ég held að mér átti sig ekki alveg á því hver pressan að vera markmaður á þessum stað og þetta eru bara 2 demantar í markmannsflórunni sem eru í bransanum núna og við greipum mann og við erum bara glöð með það og ég ætla ekkert að bara detta hann í þann brunin að fara að halda með það, þú veist að þeir félagar sko Oblak eða Alisson voru betra verið, þú bara 2 frábæri kostir, við náðum öðru þeirra, bara geggjað. Nákvæmlega.
Annars steginni var þessi aldurs, pælingar hjá það eru markmenn sem eru að koma nokkuð ungi. Það var ein gagnrýni á Alisson, hann bara búinn að eiga eitt tímabil í Evrópu. Hann átti bara tímabil hjá Róma í fyrra í rauninni en er hvað 25, er ekki 26 í lok þessa tímabils, þannig að er það eitthvað sem við þurfum að spá í það skiptir kannski ekki máli með markmenn hvernig horfir það við hann tók eitthvað saman tölfræði sko, brasilíska deildin er eitthvað tvískipt og svo eitthvað bikarkeppnin, þetta er algjört rugl að horfa inn í að reyna að skilja hvernig Suður-Ameríkukeppnin og eitthvað daddra það. Já, hann með eitthvað 115 leiki held ég þar sko, þannig að hann alveg með reynslu þaðan sko, kemur það sem landsliðsmarkmaður og heldur þeirri stöðu svo sem fá hans ekki spila á Róma sko. Já, ég meina þetta sama gerist með Ederson, hann búinn að spila held ég eitt tímabil á Benfica þegar hann keyptur á metfé til Manchester City. Málið er að sko, þeir hafa svo fullmótaðar skoðanir á hvað þeir þurfa þessir stjórar og það þessar útsendara deildir hjá þessum liðum eru mjög orðnar svona, ef ég sletti advanced og það var alveg greinilegt að Pep Guardiola þegar hann tekur sinn mann síðasta sumar eftir að hann búinn að vera 1 ár hjá Benfica og að enginn nánast heyrt hann þar á undan, hann veit bara hár hvað hann að fá inn í liðið sitt. Ég held að sama sé upp á teininum, ég menn það sem að Alisson Becker hefur frá mér, hann var alveg heilt tímabil áður en hann var aðalmarkmaður hjá Róma, spilaði Evrópudeildina, spilaði bikarinn og var samt alltaf, eins og þú segir, var samt alltaf númer 1 hjá Brasilíu, búinn að eiga bara fínt start á ferlinu þar. Það menn verða bara aftur því, það er undantekningin þegar leikmenn, markmenn eru að ná svona þessum byrjunarliðssætum og svoleiðis þegar þeir eru kollungir. Ég held að þú hafi tekið þetta á Twitter í dag, Einar, þegar við vorum að ræða við Hjörvar Hafliða. Þar tókstu dæmi bara Peter Schmeichel. Hvenær kom hann til Englands? Hann var 28 ára gamall. Hann var bara búinn að spila í dönsku deildinni fram að því. Ég held að enginn... Ég held að Hrafn þessa pælingu, en hún góð eitthvað síður. 28 ára. Það er náttúrulega magnaði líka. Já, það var Hrafn, alveg rétt. Og þá er hann bara búinn að spila í dönsku deildinni og ég held að sé enginn sem efast að Peter Schmeichel, þegar hann kom til Manchester United árið þar á eftir, þá var hann besti markmaður í heimi. 28 ára þegar hann kom þangað. Ég held að sérstaklega þegar kemur að markmönnum og tala nú ekki þegar við fengum nú einn markmann í podcasti til okkar hérna í vetur. Hann var að skrifa undir nýja samning hérna með Blikana og hann var nýbúinn að halda upp á 43 ára afmælið. Auðvitað er það extreme dæmi, en við erum að tala 25 ára gamla strák og hann búinn að spila á 300 leiki í á háu level, þannig að ég hef bara akkurat engar áhyggjur af því, bara 0. Maggi, sko, það er líka annað þessu, þú veist, við erum að tala að Oblak, það er líka, ég hef svolítið talað Oblak, við smá óvirðing var þetta Atlético Madrid og það er svolítið látið eins og það sé ekkert það bara sjálfgefið, hann færi það, en Atlético Madrid bara líka eitt af þessu risafélögum sem hafa verið það ná langt í meistaradeildinni, en það er ekkert að segja til að honum líður bara ekki vel þar, hann að sleppum honum bara alveg, ég meina, eins og við tala að markmenn þessu geðaflokki, þeir eru almennt ekki til sölu og er ekki þetta fullera þá með þessu að við náttúrulega erum að borga sko langkasta verð fyrir markmanna, þetta sé heitasti bitinn á markanum og ég svona velti fyrir mig sko, heldur við séum að taka sko fyrsta kost hjá Real og Chelsea til dæmis með þessum kaupum. Það held ég alveg örugglega. Ég er eiginlega bara algjörlega sannfærður það, þú veist, það er einmitt, ég fylgdist nú með þessu Twitter-umræðu í dag og það er bara, ég held að sé bara kannski, verður bara alveg ljóst mál að þessi strákur sem hann kemur til til Ítalíu sínum tíma, þá er bara, þarf að ná ákveðinn tíma til þess að detta inn í aðlögun, en hefur svo náttúrulega sýnt, bara eins og segir, sýnt þau gæði að það er alveg pottþétt mál að það er önnur lið sem hafa verið að horfa til hans í vetur, alveg pottþétt og það er bara já, ég held að sé, við erum eiginlega ekkert að ræða það, því að þú veist, hvað gerist núna?
það verður alveg ljóst mál að það mun þessi gaurar þurfa að fá sér markmenn þessi lið, ef að Courtois sem að verðist vera að fara frá Chelsea, þá lítur hann að vera að fara þá til Real og þá önnur lið sem eru stór sem verður að sækja sér markmenn og hverjir það verða þá bara allt einhverjir sem eru þá með ennþá minna potential eða reputation heldur en Alisson, þannig að það er engin spurning að þessi lið voru klárlega að horfa á hann sem kosti á sér, ekki nokkra einasti vafi. Ja, ég held að sé alveg bleitantli klárt. Við sáum það líka Maggi að sko, Chelsea þeir ná Jorginho frá Manchester City sem frekar spes að það virðist eitthvað tengt þessum stjóra sem að fara til Chelsea en sko það er spurning hversu hræddir við ættum að vera við ef Chelsea myndi bjóða sko í þennan leikmann allavega þetta sumar, ég meina bara Liverpool ef við reynum að horfa á hlutlaust þá það bara Liverpool meira spennandi prójekt. Já, menn ef ég reyna að grípa þetta og þetta var kannski það sem við vorum svolítið að tala í fyrra þegar við döttum inn í meistaradeildina og vorum að tala þetta í fyrra haust að statementi sem að Liverpool að gera á síðasta vetri væri að vinna titil eða gera sig hvað að segja svona gildandi í heiminum og alveg klárt mála þessi síðasti vetur hjá Liverpool þó við höfum verið ógeðslega pirraðir að taka ekki eitthvað bikar eða vinna þennan úrslitaleik í meistaradeildinni, þá ég alveg viss það að ef við hefðum reynt að bjóða Alisson í júní í fyrra, þá hafði það ekki verið option fyrir okkur. Ég held bara svo, eða hvort maður í Alisson eða stóru bitarnir í markmannsklassanum í fyrra þegar við vorum að detta inn í meistaradeildina í fjórða sæti og reynda búin að vera ykkur Evrópudeildir árið ára, við hefðum aldrei orðið á þeim stað í röðinni sem við erum núna eins og við erum konir núna. Það er alveg klárt mál að Liverpool er bara spennandi lið í bransanum í dag og við erum komin ógeðslega nálægt í að vera komin aftur á þann stað sem við vildum og töldum okkur vera á bara varanlega hérna í gamla daga. Það er alveg skýrt og alveg klárt mál í mínum huga að við erum í dag pottþéttir komnir inn í þennan topp 5, topp 10 klassa í heiminum aftur sem spennandi lið til þess að koma til og það er bara, þú veist, leikstíllinn sem við líka alveg segja það að leikmennirnir í liðunum sópa til sín. Ég er alveg pottþéttur líka því að Fabinho og Firmino eru að spila í Liverpool hefur til dæmis hjálpað Alisson. Þú skilur að það er ekki bara liðið, það er leikstíllinn og Salah líka þetta, en það eru bara líka leikmennirnir sem eru þetta. Þetta er bara spennandi lið, spennandi leikstíll og það var mjög gaman enn einu sinni þeir svona líka, ég hef svona markmann og þjálfaraperri að hlusta á hvernig Shaqiri talaði Klopp, hann hefði bara alltaf langað til að spila fyrir hann og bara tilbúinn frá því í Þýskalandi langað til að spila fyrir þennan stjóra og ég meina Chelsea náttúrulega, það verður mjög fróðlegt að sjá Chelsea, ég meina þetta er mínu viti, það er engin lógik í því fótbolta eller reka konti og stöðka þennan þjálfarinn sem að hefur ekkert verið að gera neitt stóra mikla hluti, þannig að Chelsea er bara svolítið bara svona með miklu vesinni með Abramovich og þessi heimspólitík og öll einhvern veginn komin á skrýtin stað fyrir hann sko, þannig að Chelsea geti alveg lent í ströggli í vetur held ég, en aftur sko, við erum klárlega núna, ef þú ert að fara til Englands þá held ég að Liverpool sé já, alveg klárlega ástand held ég þetta allan sumari virðist vera staðfest þá vonum hans að Liverpool sé komið upp í klassa með City og jafnvel framar heldur United ef við látum okkur dreyma um það. Hjálpa líka Alisson að kaupa hana, hann hefur heldur betur upplifað núna Anfield bæði Anfield og líka Liverpool stundismenn útivelli sem er alveg til í þetta partí sem var í þeim leikjum sko. En Steini höldum aðeins áfram varðandi þessa markmannspælingu og rauninni sko, hvað verður hina og hvað getum við vænst til þess að þeir fari? Ég meina Bogdan, hann farin á láni og samningurinn búinn eftir það. Það er sjokkar, sko, algjör sjokkar. Já, ég meina, það er rosalegt áfall, en við eigum núna 3 markmenn sem ættu alveg að flokkast í úrvalsdeildarklassa, þá allavega Championship klassa pluss það eitthvað efnilegasta markmann í boltanum. Hvað heldur þessi raunhætt að verða þessa stráka núna? Það er eitthvað eitt að vera eftir og hvað geta þeir farið hæst eins og Mignolet og Karius? Sko, ég held að Mignolet verði alltaf söluvara. Mignolet er fínn markmaður hjá bara nákvæmlega eins og var áður en hann kom til Liverpool. En þetta ekki 15-20 milljónir eitthvað svoleiðis fyrir hann eða? Já, ég veit ekki hvernig það er sko.
það nú önnur umræða, sko. Ég hef aldrei skilið af hverju markverðir eru reytaði svona miklu lægra heldur en aðra leikmenn. Það allir í sjokki yfir því að það sé verið að slá heimsmetið í kaupum á markmanni. Og það er talsvert fyrir neðan bara, þetta er rétt fyrir ofan bara hérna, hvað heitir hann þessi sem að hérna Andersson eða eitthvað sem að Vestan var að kaupa, eitthvað miðjumaður sem að er búinn að vera inn og út og liði hjá Lazio og kostaði bara yfir 40 milljónir punda. Og síðan er það bara allt í einu stórtökum mál ef hérna, þetta er borgað fyrir markverði. Mikilvægasta staðan á vellinum. Þú getur replaceað hérna miðjumenn á milli leiki en þú aðal markmaður, ef þú ert með alvöru markmaður, þá er hann bara nánast enginn sem stígur í hans spor. Þannig að sko, ég hef aldrei reyndar skilið þetta, en út frá því, þá er náttúrulega Mignolet aldrei að fara á neinar 15 til 20 milljónir punda. Hann er bara, þetta er fínn markmaður sem að gæti gert góða hluti fyrir lið í, til dæmis, neðri hlutanum á hérna, í ensku premjörni. Hann getur varið fullt á línunni, hann á erfitt með að halda einbeitingu þar sem að hérna, hann er að fá sig á sig 1-3 skot bara í leik, þá er hann bara yfirleitt að hleypa 1-3 skotum inn í leik. Hann var frábær í Sunderland þegar hann hafði bara nóg að gera og bara all action og bara gat verið að verja hægri vinstri. Þannig að við vitum alveg að hann fer, hann náttúrulega aldrei að fara að taka annað tímabil hjá Liverpool og hann nánast gaf það út í fyrra. Það verður bara að gefa hann bara respekt að hann hérna bara aktaði vel þegar honum var hent á bekkinn eftir að Karius var tekin inn og bara hélt áfram að brosa og ekki dröfl. Þannig að hann á bara fullt af respekti hjá okkur, sko, en hann fer. Karius, ég sagði það núna bara strax eftir úrslitaleikinn í meistaradeildinni, hann verður bara að koma Karius bara undir ykkur svona í skjól. Það bara lána hann til Þýskaland, það þýðir ekkert að selja núna, valjúið á honum er 0. En að vera bara með hann á bekknum og henda í bikarleiki? Nei, það er bara komið í skjól frá Englandi, bara það verður alveg saman hvort hann er á bekknum, bara leið og hann lappar inn á stadiumin og þá verður hann target, sko. Hvað heldur það gerir fyrir hausunum og annars slíkt? Það er bara að koma honum í skjól, bara lána hann til Þýskalands í 1 árið eitthvað svoleiðis og bara jafnvel að selja hann þá eða prófa aftur þá. Í mínum huga er þetta bara Mignolet fer, það þarf að koma Karius í skjól og bara setja borð bara sem númer 2 og hann fær bara bikarinn og bara að spila þess. Algjörlega sammála Steini hérna og eitt af því að því vandinn við það að vera varamarkmaður þá þú ert að vera algjörlega tilbúinn því þú getur lent í því að horfa á 50 leiki við veturinn. Þú getur líka lent í því eftir 15 mínútur leika móti Vestam fótbrotni Alisson Becker. Og erum við þá að tala það að ef hann er meiddur í fyrsta leik að við ætlum að fara að kaupa þá annan markmann eða ætlum við þá að segja, herri, nú ætlum við bara að treysta Karius. Ég held að sé bara algjörlega þannig að það var ákveðið í fyrra vetur að fórna Mignolet og hætta þessu róteríið þarna, hver var nummer 1 og allt eftir því og Karius yrði markmann nummer 1. Það að kaupa núna Alisson Becker og gera hann klárlega bara markmann nummer 1, það var miklu meiri lógík að þá segjum við Mignolet að því þú ert búin að vera varamarkmaður hérna hjá okkur í fyrra stóðst vel í því, vilt þú vera varamarkmaður? Því að það er engin lógík við því að allir núna ætla að fara að setja Karius inn sem varamarkmann vegna þess að hann var greinlega ekki sáttur við þá og var uppgreitaður til þess að verða aðalmarkmaður og B vegna þess að það er bara svo Steini verið að lýsa, þú veist, sem hvort það er í bikarkeppnunum eða leik sem hann þarf að koma inn á sem hann skiptir máli, þá er bara pressan slík að hann er bara ekki með nógu breitt bak til þess að höndla hana og ég held að við heldur ekki einu svona lánan, við bara, ef þetta er rétt sem er að lesa þetta, þessi konum 6 ára samningu af Alisson og engar klásunur rétt eða neitt, þá við bara að selja Loris Karius, því að staðreyndin er bara svo og ég ætla ekki að vera leiðilegur með það. Það eru 50 Loris Karius til í markmannsheiminum, ungir efnilegi markmenn sem að geta púla oft flott markvörslur í hvort þeir eru í Þýskalandi, Frakklandi, jafnvel í Englandi hvað það er. Og þannig að mér finnst engin lógík að vera að halda ungu markmanni sem hefur lent í þessum hremmingum sem hann gerði bara ferillinn hans kláraðist í Kýf
og hjá Liverpool og hann á bara að fara, eins og Steini segir, hann á að fara frá Englandi, hann á bara að fara í Þýskaland, Frakkland eitthvað annað og við seljum hann fyrir eitthvað þann peningi sem að bara hann og Mignolet sennilega fara það báður upp í einhvern helming af þessu verði og ég held að þetta hefði alveg verið planað minna. Danny Ward spilar Blackburn-leikinn á morgun og Danny Ward að mínu viti flottur markmaður og hann hefur bara alveg möguleika á því að verða þessi bikar markmaður okkar á næsta ári því að með virðingu fyrir sjálfum mér sem að vill fara að vinna silfur og vinna upp einhvern bikar að þá verða bikarkeppnindar á næsta vetri eftir við fórum í úrslit meistaradeildar þá viljum við fara langt í meistaradeildinni og gera allavega meistaradeildinni þannig að ég held að það sé eina lógikinn núna. Þú vilt ekkert skipta á Chelsea, held ég á meistaradeildarsætinu núna sko og bikarnir fyrra? Nei, ég er sammála því, ég viðurkenni það alveg, en ég sammála Steina, algjörlega sammála Steina með það, bara Mignolet og Karius á sitt hvorum ástafanum við og að selja þá og að vera vort nummer 2, ef við ætlum að vera annarkvæmt þeirra til að vara markmann, þá miklu líklega og gáfulega að taka Mignolet þá jöfnum heldur en Karius, þá bara selja Karius. Ég heldur þetta persónulega þetta sé aðeins komið úr böndunum hvað Karius á að vera orðið rosalega slæmur í haustum og búinn á því og lélegur eftir þessi mistök í úrslitaleiknum sem hann sagði að þetta er ekki að hausinn á honum, þetta er bara allt umhverfið. Já, ég að segja þetta frá mér sann sko, ég held að þetta sé töluvert ofmilli hversu óboðslega lélegur hann varði eftir hennar leik að þetta sé bara gjörsamlega búið hjá honum og hann bara eigi endurkomi eftir 25 ára galt markmann, ég er bara frábært þessi komið nýr markmann til Liverpool, það er algjörlega æðislegt en ef ég ætti að velja til dæmis Karius sem Mignolet myndi ég áfram vilja Karius sem varamarkmann sko. En hvað heldur að hafa tryggarað þetta heimsmet í kaupum markmanni? Það er ekki langt síðan að James Pearce og fleiri voru að segja bara, hann ætlar að treysta á Karius, það var bara fyrir núna, bara í byrjunu undirbúningstímabils. Ég veit það, það er allir sammála því að vanta bara frábært að fá heimsklassa markmann og ég held að það sé miklu betri markmann heldur en báðir en það verður því ekki að þetta velja, þannig að tala um varamarkmann, sko, hvað það ég held að réttast að við getum selt báða núna og fengið eitthvað penning fyrir að vera að selja Mignolet og Karius báða og losna við að báða þeir eru hvorugur framtíð félagsins. Ef að Danny Ward nennir einu tímabili viðbót á bekknum, ég trúi því ekki, mér finnst það bara fáránlegt ef hann til í það en það getur vel verið hann sé það, en ég meina hann bara verður að fara að fá spilatíma einhvers staðar, hann fær það ekki að Liverpool þannig að ég myndi held að Karius sé ekki góð söluvara í ár en verður það kannski eftir 1 ár eða 2 verður það betri í það var lánan til að byrja með komanum í gýr en ég held að hann á ekki séns á England, ekki bara að vera komanum burt. Herðu, höldum áfram, þetta ágætt, ég held við bara stoppum að þessi með markmann núna en sko bara Steini held að áfram með þeir bara statementið hjá klúbbnum, þetta er ekkit bara þessi með dýrasta markmann í heimi, heldur sko Klopp er búinn að sýna núna bæði með Van Dijk og Alisson þegar hann finnur sinn mann þá skiptir verðið kannski ekki öllu máli eða réttur leikmaður, ég meina að við horfum bara á síðustu 12 mánuði, ég meina er eitthvað félag að nútið sem myndi vilja skipta þá er ég bara með Real og PSG og alla með í pakkanum. Nei, ég raunin ekki, það er og ég meina eins pirrandi og þetta var til dæmis í lok síðasta sumarglugga að fá ekki Naby Keita, að fá ekki Van Dijk að þá er þetta eiginlega þessi þrjóska hjá Klopp svona á vissan hátt aðdáunarverð. Ég meina spólum tilbaka eins pirraði við vorum hefðu við viljað kaupa annan eða þriðja kost í staðan fyrir Naby Keita og sleppa honum alveg og taka annan eða þriðja kost á eftir Van Dijk fara inn í tímabilið þannig og vera án þessara tveggja manna núna og nú veitum við ekki alveg hvernig Naby Keita á eftir að virka en bara Nei, það fer eftir hverju það eru annar og þriðji kostur svolítið sko. Já, það er samt alltaf annar og þriðji kostur. Núna er verið að taka úr efstu skúffunni bara úr efsta leirnum, við erum búin að þekkja þetta sem Liverpoolmenn ár eftir ár eftir ár eftir áratugi að við erum alltaf að versla svona næsta á eftir sem við vildum og það er bara svona eftir á hyggja þó þetta sé pirrandi með þetta á sér stað þá er þetta bara óbóðslega gott núna því að ég var að ræða við son minn í síma í dag sem er að vinna austur á Hornafirði og hann var einmitt að tala bara hvað gerist næsta sumar pabbi ef við fáum Fekir líka
Hvað ætlum við að gera næsta sumar? Hvað ætlum við að gera í janúarglugganum? Janúarglugginn verður bara svona, ef að framheldur sem horfir og við löndum Fekir líka, þá verður janúarglugginn eitthvað sem bara, já, skiptir ekki máli. Næsta sumar verðum við þá komnir akkurat í þessa stöðu bara, hvaða tvær max 3 stöður þurfum við að bæta eitthvað ekstra gæði inn í byrjunarlið eða breidd. Það akkurat á þessum stað sem að City Hvar sjáu þið City vera að bæta liðið sitt? Það er hægt að horfa á þetta á ýmsa vegu, sko. Ef við fengið miðjumann í fyrra, Savic eða Jorginho eða eitthvað sem var í annað hvort, það er alveg til fleiri góðir að menna og unnu meistaradeildina, þá hefði ég frekar viljað það, sko. Frekar viljað breiddina þá, en ég skil alveg og það er þess vegna líka kannski mækið ekki sem að þessi gluggi kemur út, hann kemur svolítið út sem tvöfaldur eða ef við horfum á Van Dijk, hann er svolítið erfitt að meta þessi janúarkaup, þetta er svo ótrúlega stór janúarkaup, en þetta er óvenju mikið út af því að það síðasta sumar náttúrulega, við eyrnamerkjum Van Dijk og Keita fyrir síðasta sumarglugga, eða ekki? Jú, klárlega, ég held að það sé alveg klart mál og ég held að bara eins og Steinar að segja sko að þú veist, ef við komum inn í þetta lið okkar, þannig að maður bara passa sig að halda sig frá þessum fekið, þú veist, þetta var mjög sterkur orðrómur og maður, mér varst svona endirinn á þessu á sínum tíma með fekir vera líklegt til þess að sko vera ekki endirinn, að þá erum við náttúrulega bara komin allt í einu maður bara horfir að því stundu kvarta undan því undanfarna ára, við séum ekki með jafnvægi í hópnum og það vantar eitthvað inn í hópinn. Þannig erum við komnir með 2 leikmenn eiginlega í hverju einustu stöðu, jafnvel þó að við séum Oxlade meiddan lungan á tímabilinu, þá erum við komið með einhvern veginn bara 2 leikmenn í hverju einustu stöðu gegnum allt liðið og það þetta bara, þú veist, hefur bara ekki verið þannig á Liverpool, ég veit bara ekki hvenær. Kannski síðast sumarið 2007 þegar við förum inn í það styrkja lið sem var mjög gott, að það alltaf bara það að vera, þú veist, hafa endað í úrslitaleik meistaradeildarinnar og ég satt að segja svona þannig séð nokkuð safe það að vera í meistaradeildarsæti í Englandi og bæta við, þó við sem bara með þessa 3 sem við erum að tala hérna núna, Fabinho, Shaqiri og Alisson, að þá erum við búin að styrkja þessa stöðu gríðarlega, ef við bætum fekir við líka, þá alltaf komið bara með lið sem að maður leyfir sér að segja bara á að vera að gera allu að þessum 2 stóru titlum og hefur bara breytt í það, þó við myndum lenda í einhverjum meiðslum á leiðinni, þá það alltaf bara alveg brjálæðislega nýtt statement og nýtt staða fyrir félagið og þá erum við bara nákvæmlega svo þeir feðgar voru að tala þá ertu einn út eða jafnvel að þú sér eitthvað svona þá ertu ekki lengur að kaupa bara eitthvað gæðaleikmenn eða eitthvað efnaleikmenn sem verður góður, þá þeir sem að bæta þetta lið okkar þá héðan frá í öllum tilvikum bara menn sem þurfa bara að vera í heimsklassa og þá vorum við nú konir fjandi nálægt þeim stalli sem okkur langar að félagið okkar sé á og var á hérna fyrir rosalega löngum tíma og það kannski breytingin þessi sem að verða einhvern veginn núna að þú veist með virðingu fyrir Lambert og Emre Can og þessum mönnum sem voru keyptir, við leiðum okkur að láta okkur dreyma að ég held að næsta sumar ef allt fer áfram eins og að vera þá erum við bara að fara að horfa einhverjar við ætlum að fara að ná okkur einhverjar alheimsstjörnur inn í þetta lið því að hinir komast bara ekkert í hópinn það bara gegn. Þetta eru 23-4 ára leikmenn, þetta eru tilbúnari leikmenn, það er bara að horfa að þannig búin að taka og hugtaði mistökunum annars staðar. Algjörlega sammála og það er kannski eitt af því sem við tölum lítið í þessum leikmannahópi í Liverpool, hvaða leikmaður það sem einmitt komin á þann staðinn að vera að fara að detta út á næsta árum, leikmaður sem skiptir okkur einhverju máli. Þetta eru bara gaurar, bara allir á þeim aldrei geta verið 5-7 ára á toppnum. Svo er ég með pistil í maganum sem að pistil í vinslu sem er nú mest er áminning á mig sjálfan í rauninu því að þessi aldur er farin að verða sko þeir mennur að endast miklu lengur 32 ára Milner, 30 ára Lallana til dæmis, Lallana kannski annað dæmut en svo oft middur en heimsmeistararnir voru að tala úrslitaleikin, ég held að hvað voru það 8 eða yfir 10 sem voru yfir 30 sko, þú veist, Champions League líka, þetta er meira og minna, það er margir líkilmenn yfir 30 sko, í þessum liðum, þannig að og þá kom þetta góða við það, ef þetta er rétt sem við erum að lesa í dag, Alisson er að skrifa undir 6 ára samning, Salah var að skrifa undir 5 ára samning, Firmino sig gerði samning upp á 5 ári fyrra, allt klásurlausa samninga, þannig að menn eru bara að binda
þessa leikmenn eru bara að binda bara næstu bara þú veist, það bara líka við komið næsta öld þegar það þarf að fara að gera nýjan samning við þessa lykla að þessu framtíða lið okkar og ef maður bara setur sig í spor sko, hugsa ykkur breytingur líka á því fyrir utan þetta Coutinho-ævintýri sem auðvitað getur alltaf tognað að heila en ég meina þessi strákar þegar Suárez gerir langa samningi þá er einhverju klásúlu og menn voru að gera 2, 3, 4 ára samningar sko þessi sem að skiptir mest ári Torres gerir einhver 2 eða 3 ára samning þannig bara greinilegt þannig að stemmingin líka inn leikmannhópnum þannig að þessi strákar eru búin að skrifa statement það hérna ætla ég bara að vera og það líka bara alveg ógeðslega mikið léttir fyrir okkur og pistilið sem ég átti að skrifa verður svolítið þessa eigendasögu okkar því að ég hef líka sjálfstraust í það að jafnvel þó að Real muni einhvern tímann í ágúst byrjun eða miðjan ágúst þegar þeir þurfa að fara að eyða Ronaldo-peningunum sínum og vaðast að í sala þá fáðu þeir bara miðjuputtan upp í loft bara leið og það er líka á breytingin og það er líka það sem að gera mann svona spenntan fyrir þessu ég er alveg sannfærður það að það sem eftirlifir sumars þarf ég ekki að vera sveitni yfir því hvort að þessi að hinn að fara frá félaginu sko. Ég held að þetta er akkurat punktur sem að Maggi kemur inn á og ég skulle ekki gleyma því að það er búið að gagnrýna þessa eigendur töluvert mikið fyrir að vera nýska halda aftur og við erum búin að sjá einhverja transfer committee bullshit og fría Rodgers undar ábyrgð á sínum tíma og jara. Það eru búin að vera til peningar mjög lengi. Þetta snýst hvernig þú fer með þá. Og þessi stóru samningar sem er verið að gera við Firmino og Sala til dæmis núna, það sem er verið að binda þessa snillinga í næstu 5 ár, klásúlulaust. Þetta er ekkert minni fjárfestingar heldur en við erum að eyða í kaupverð og samninga á þessu nýju leikmann. Þeir eru alveg greinilega all in að bakka sér mann. Sér mig ekki gleyma því, Maggi, að það sem hefur breyst núna undanfarið að við eigum náttúrulega dýrasta miðvörð í heimi, en við eigum líka eitt besta miðvörð í heimi við hliðina á honum, samkvæmt honum sjálfum. En ég er þetta mjög ánægður með minn mann Lovren og ég er alveg sammála honum og mér fannst hann verðskulda að vera í liði keppninnar, en það er bara, alveg eins og við sögðum að það úsar eitthvað af sjálfstrausti hjá bara svo mörgum í þessu liði, þannig að kannski verður það bara slegið niður í fyrsta leik og allt það. En Steini, ef þú horfir núna á liðið, þetta, við vorum að tala um þetta, held ég einhver leiti í síðasta þetta, ég verið að spá í í vikunni í pislun. Við fáum okkur 38 mörk síðasta veitu, 42 tímabilið þar á undan. Ég meina, við erum með þessum styrkingum og Van Dijk frá byrjun og Lovren alveg á fullu sjálfstæðust og svona, ég meina, það er vonbrigði að vera með yfir 30 mörk á sig annars tímabili, er ekki að horfa á þannig? Klart mál og við sjáum alveg bara hvaða skref verið að stíga. Við hefðum verið nálægt í að fara undir 30 mörk og við hefðum haft Virgil van Dijk allt tímabilið fyrra. Það er alveg klart mál. Það er of mikið fyrir Liverpool að þurfa að spila með fullri virðingu fyrir honum, Ragnar Klavan í 20 leiki til. Svo getum við líka tekið varnarmistökin hjá hvað glimti Gómez sér oft til dæmis, eitthvað svoleiðis sem að jafnvel bæði hann búin að taka út eitthvað af þeim mistökum og við erum alltaf frá klæðin aftur. Sko. Já, það er bara svo margt sem er að svona styrkjast með hennar varnarleiku. Núna bara liggum maður að bænum að bara ef við komumst í gegnum næsta tímabil með því að vera með svona tiltölulega stabíla varnarlínu. Þá er ég að tala um að menn eins og Lovren séu ekki að missa út einhverja 15 leiki og Matip einhverja 20 leiki og ég tala ekki Van Dijk. Ef við komumst í gegnum bara eitt tímabil núna með nokkuð stabíla varnarlínu og markmann þar fyrir aftan og núna með varnartengili fyrir framan, alveg klárt, við eigum að fara niður fyrir 30 mörk í fingin á okkur. Alveg bara absolutt. Það á bara að vera þannig. Höldum að Maggi kendi þín hérna, sko, þetta er þróun sem hefur ekkert farið fram hjá stuðningsmönnum andstæðinganna heldur og með Twitter þá líst við auðvitað ekkert á þetta og hérna bara förum aðeins hratt yfir stöðuna hjá þessum hinliðum, eins og Tottenham, þeir hafa ekkert gert ennþá við þannig, þráttur sko, það voru svolítið sterkar yfirlýsingar af Pochettino eða ekki í vor. Jú, konar eitthvað að kjáta svo núna þetta franska bakverðin til svona að byrja, en þetta er alltaf bara aftur eitthvað sem mér finnst bara Liverpool hafa lært mjög mikið af og ég held að þeir séu klárlega
búnir að hvað segja, virkja alla þá kannlega sem þarf að vera til þess að vera bara komnir bara snemma af stað inn á markaðinn og alltaf þessi Fabinho kaup náttúrulega störtu þessu vel og ég held að það sé alveg klart mál að því meira sem að lesum Fekir málið þá hafi það verið kannski bara það skynsamlegast í stöðunni að geyma þetta viðtal og þessar myndir sem voru teknar á honum að því það er svona alltaf komið meira og meira í ljós þessi meiðslans voru kannski á einhverju gráu svæði þá hefur klúbburinn bara verið á þeim staðnum. Ég meina ég alveg á því að þeir hafa einhvern veginn svona viljað einhvern veginn taka stöðuna Kariusi og búin að vera horfa eftir Alisson núna þegar ég held að þeim hafa alveg orðið einhvern veginn ljóst að vinna með kallinum og hann ekki tilbúin að verða aðalmarkmaður í liði sem alltaf að vera ensku meistari í meistaradeildinni. Þá bara keyra þetta all in, byrja ef þetta rétt þá voru þeir meira að borga meira heldur en þessi klásúla sem að losar samninginn hans sem þá eitthvað sem að bara sýnir það að nú erum við bara ef þeir eru búin að identifitera þann leikmann sem þeir ætla að fá þá bara vaða þeir inn í það og það er bara til margs um það að þeir séu að gera hlutina rétt. Tottenham er á svolítið skrýtnum stað einhvern veginn þeir eru rosalega ánægðir með liðið sitt einhvern veginn og kannski á einhverjum þeim staðnum sem við vorum kannski árið sem við vorum næstu meistarar ætla að fara að bæta inn einhverjum leikmönnum og það verður bara spennandi að sjá hvað þeir gera. Arsenal alltaf má segja það, þeir eru alltaf svo sem búin að vaða með svolítið látum inn á leikmannamarkaðinn og ætla sér að gera einhverja hluti þar sem þeir ætla sér klárlega að fara bæta inn í einhverjum hlutum. Þeir eru svolítið að kaupa einmitt það næsta þetta þeir hinn og við erum alltaf skiptum markmann og þessi Torreira leit ágætlega út hjá Uruguay og Sókrates er svona eitthvað næsta vonastjarna en það er alveg klárt mál að Liverpool er enn þann þar sem komið í sumar Er Sókrates satt ekki 30 eða? Jú, en hann á að vera einhver wannabe Van Dijk sem það sem hann á að breyta einhverjum DNA líkamlega sterkur, stór gaur sem að þeir eru svo sem ekki fyrir endilega vera alltaf að berjast í því að vera með svoleiðis þetta hafsenda og það Torreira Sókrates sé svona einhvern veginn svona beef up the midfield and defense þeir eru búin að vera að gera en hinga til er náttúrulega fyrir þessi stóru lið þarna City kannski þarf að geta styrkja sig mikið, það er alveg ljóst að Liverpool er að rústa þeim í keppninu á markaðnum. United ég skil ekki þessi kaup þeir hinga til og átta mig ekki alveg á því hvað þeir að gera vona bara þau endi jafn vitlaus og líti út hjá mér Fred sé ekki hvað er að fara að bæta við og þessi Dalot veit ekki eins og hver þannig að þeir eru á einhverjum svona skrýtum stað virðist ekki hafa hentir inn í þennan Ronaldo deal sem allir United voru að vona þannig að það sem er komið af sumrinu er við bara að rústa þessum stóru liðum í leikmannaköpum held ég að þið sögðu að City kannski náttúrulega var að vinna ensku deildina með mestu yfirbörðum í sögunni þá þurfa þeir kannski ekki að styrkja sig neitt rosalega en fyrir þessi lið sem voru fyrir aftan þá verðist við vera þeir sem erum að gera helstu aðlögun af þeim. Steini, byrjum bara, tökum aðeins Arsenal fyrir, ef þú tekur bara öll kaupin hjá Liverpoolinu þessu glugga og svo hjá Arsenal, mann finnst svolítið verða þarna munur á liðið meistaradeild og ekki, kannski þetta rokafullt að segja þetta, við höfum svo oft verið hinum megin, bara Fabinho og Torreira, Alisson á móti Leno og Van Dijk á móti Sókrates, allt svona. Við erum bara alveg svo ég kom inn á þann, við erum bara að versla úr sikkurri skúfunni. Það er bara algjörlega ljóst og ég meina, ég reyndar botna ekki sumt af því sem Arsenal er að gera en það er kannski ástæða fyrir að ég er hér og þeir eru þar. Þessi Lichtsteiner kaup til dæmis á einhverjum hægri bakverði sem er á 34 ára, ég botna það ekki alveg, en bara til að setja kaupin hjá Liverpool í samhengi, sko, ef, og þetta stóra ef, þetta gengur eftir með Alisson, Becker og Fekir eða einhver sambærilegur að hann, þá set ég þennan glugga í sama bracket og hvað var það, 86 eða 7 þegar við tókum John Barnes, Peter Beardsley, John Aldridge og við minnir Ray Houghton á einu bretti. Já, var ekki 7. Já, það er eitt stórkostlegasta Liverpool sem ég hef séð og þá keyptum við þessa 4 snillinga.
ég hef ekki séð annan en glugga ef að þetta gengur eftir eins og þann glugga. Þannig að það setur þetta aðeins í samhengi, en ef við tölum bara til þessum Arsenal, ég held að sé að gera fín kaup í þessum Leno-strák. Torreira, við vitum alveg hvernig Úrugvæjar eru, þeir geta verið svona eldfimmir, vel gert. Já, hann var vist frábær á Ítalíu líka, sko, það hörkuleikmaður. Ég að segja það, ég held að þetta sé hörkuleikmaður og eitthvað sem að þeim hefur vantað mjög lengi, eitthvað akkir á miðjuna. Sókrates og þessi Lichtsteiner, þessi ungi frakki, ég ekkert að sjá neina gríðarlega styrkingu hjá þeim, ekki það sem að þeir þurfa til að taka skrefið í rauninni úr þessu 7. sæti, það sem að gæti hjálpa þeim. Og ég alveg sammála Magga, sko. Ég hef smá tilfinningur að Tottenham séu bara rosa sáttir. Já, við erum með flott byrjunarlið og flotta leikmenn, en hvað, þeir að tala að þeir eru á eftir Pavard og þeir eru með Trippier í þeirri stöðu. Pavard, eitthvað heitir hann sem skoraði þarna. Pavard, já, þessi frakki, hægri bakvörður Frakklands, og þeir eru með hægri bakvörður Englands fyrir. Þannig ég held að þeir þurfum við svolítið mikið meira. Góðvinur okkar úr podcastinu hérna í vetur, Hjammi, var einmitt að tjá sig þetta á Twitter í dag. Hann var einmitt að vekja athygli á því hversu Liverpool í rauninni væri búin að styrkja sig mikið og sínir menn væri að gera harla lítið sem ekki neitt. Þannig að þetta svolítið þannig. Það stóra spurningin hvað gerir Manchester United? Það aðeins talað við Tottenham, við klárum það. Það hefur líka verið talað um Steini að þessi völlur sé eitthvað þungur fyrir rekstur. En það Daniel Levy alltaf sett til á markanum, en mögulega erum við að horfa á það bara eins og gerðist held ég hjá Arsenal. Þú veist, völlurinn sé eitthvað aðeins að setja strik í reikningin hvað leikmannakaupar og þeir bara ánægja með að ná samningum við sína bestu leikmenn. Já, akkur ætti það ekki að gera það. Ég meina, við erum að tala um 800 milljón króna projekt og hann kominn langt fram úr áætlun. Halda menn virkilega að það hafi ekki áhrif á budget? Sjálfsögðu gera það. Og þeir eru í smá hættu með að lenda bara á eftir. Þeir eru búin að vera verulega flottir, með flott lið, flottan hóp. Við vitum alveg hvernig þetta þarf að gerast í þessum svona toppsæti. Menn þurfa að uppdata sig og fylgja í rauninni línunni. Þú ert alltaf að vera að bæta og betrum bæta hér og þar. Ég ekkert alveg farin að sjá það hvernig þeir ætla að gera það. Ég sé alveg það. Nákvæmlega. En aftur að loka punkturinn mín með hann, ég veit samt að það eitthvað eftir, það eitthvað stórt eftir hjá Manchester United. Já, ég held það sé létt. Ég held það sé alveg rétt að annað væri náttúrulega bara gali. Það bara þannig að eins og þetta lítur út hérna núna að þá náttúrulega City náttúrulega þurfti ekki að versla margt og náttúrulega búin að kaupa Mahrez og kannski þurfti eitthvað uppgreita varnarlínuna, varnarmiðjumanninn sinn. Já, ekkert víst að þessi hættir heldur líka. Nei, er alveg líklegt að þeir fari í sko allavega Hafsend kompani búin mikið meiddur og Hafsend þetta kannski ekki alveg þess sterkustu, en ég meina United hlýtur að kaupa, ég ekki bara einn, þeir hljóta að kaupa 2 leikmenn inn í þetta liðsitt sem að skiptir þá verulegu máli. Þó reyndar svo var eitt af því sem við alltaf gaman að sjá, allt sá maður á H&M út okkur Pogba var dýrasti leikmaður í heimi og maður velti fyrir sér út okkur þessi leikmaður ekki að sjást í þessu United-liði. Maggi, það samt pæling sem ég ætlaði að koma með sko, þessi Fred, það ekki akkurat, sko, fyrstanlega það ekki miklu betur leikmaður heldur en þú ert að gefa í skinn hérna, þetta ekki, sko, varnartengilegur af svona miðjun sem þeir kannski vantar, eða svona, ég veit ekki hvort að sé, hann ekki dýpar en Matic en svona kannski meiri vinnudýr heldur en þeir hafa fyrir. Það kannski akkurat það sem ég að meina, ef við erum að tala um Fred, sko, þetta strákur sem hefur náttúrulega hingað til ekkert verið að spila á neinu leveli, sko. Hann búin að spila í Úkraínu síðustu 5 árin og eitthvað deep-lying miðjumaður og á hann að fara þá að taka Matic út úr liðinu eða á hann að fara að setja hann inn í að tveggja varnar miðjumanna línu, sko. Það bara það sem ég að meina. Já, ég veit að við skulum alveg halda þetta að Fernandinho var nú líka á sama leveli, sko, áður
og fleiri. Ég held að Fernandinho myndi ekkert bæta, ég meina, það sem ég er að meina er það að veikleikar United hafa ekki legið í því að vera ekki með sko góða varnarsinnaða miðmenn, fattarðu? Það sem ég er að meina, sko. Að þú veist, ef þeir eru að kaupa, ok, hann er yngri, áttum okkur á því, en þetta er gaur, hann er alltaf dvergur, þetta er svona wannabe Kante. Þeir eru með Matic. Þeir eru með Matic. Sko, er þetta ekki svona sem er þessi ekki við hliðina á honum? Þessi Matic sem báði þryggja manna með því, sko. Þá ertu bara með 2 alveg urrandi varnarmiðir mun alltaf að leifa Pogba, ok, og þetta er Mourinho-lið, sko, þú manst það alveg. En sko, ég held að þessi bæti ekki það sem að United var að gera í vetur inn á miðsvæðinni, þegar vandamál í vetur var náttúrulega bara steingeldur sóknarleikur, alveg steingeldur sóknarleikur, og það held ég að hljóti að verða kaup sem að þeir fari í. Ég var alveg að hafa áhyggjur af því að maður var alveg búinn að heyra það í gegnum Portugalinn að Ronaldo væri hugsanlega að fara Real eftir tímabili. Ég held bara var alveg að rekna með anskotin allir Ronaldo endi hjá United eða einhver af þeir, hvað er eitthvað, það væri þeir þá að reyna að fara í Neymar núna. Þegar sko til þess að United-lið taki næsta skref, þá græður þeir ekkert á að kaupa franskan varnarmann sem enginn þekkir eða brasilískan djúpan miðjumann sem er svona, já, ekki, hann er búinn að spila held ég 7-8 landsleiki með Brasilíu og er ekki betri djúpur miðjumann heldur þessi þeir hafa. Það er það sem ég er að meina. Þetta er góður leikmaður en Haldi Harry Kane eða Alli eða eitthvað svoleiðis, aldrei verið þess vegna, sko, þeir fara að horfa í eitthvað svoleiðis á Tottenham og þannig, styrkja sig með að veikja liðið sem er að keppa við, sko, eins og þeir hafa nú gert á þeir. Ég meina það Mourinho hefur aldrei farið gegnum glugga hjá stórliði að hans að kaupa eitthvað, sko, vera með 1-2-3 risakaup og það er ekki komin eitt af þeim ennþá, sko. Svo ég kannski ekki það eina sem að ég kannski vona það að Salah og Ronaldo þýðir það Gareth Bale verði kjör í Madrid, því að ég hugsa að United sé að horfa á það að kaupa Bale. Ég held að það verði það sem þeir ætla að reyna. Og það væri uppgreitt frá því sem þeir hafa, mikið uppgreitt frá því sem þeir hafa. Steini, endum þetta á Chelsea verði hinliðin. Heldur að fara ykkur á þeim, eins og Hazard og Courtois eða Kante og Willian, þetta er all leikmenn sem hafa verið svona, já, ykkurum stíi orðaði við þessi stærstu lið í Evrópu, sko, heldur að haldið þeim öllum eða missi ykkur eða? Ég held að Hazard fari, ég held að Willian fari og ég held að Courtois fari. Higuaín kemur frá Juventus og Jorginho kemur alltaf. Já, þannig að hann heldur í horfinu, það verður ekkert meira en ég meina þeir eru að fara að missa Hazard hann út og Willian er gríðarlega vannmetin leikmaður finnst mér og hefur verið illa nýttur þarna. David Luiz, alltaf hann komið tilbaka? Já, ég get alveg trú að hann virðið á honum er í ruslflokki núna og ég get alveg trú að nýr stjóri geti gefið honum nýtt líf, sko. Ég held að nýr stjóri sé ekkert, hann er ekkert með eitthvað ástursamband við Gary Cahill, sko. Ég held að hann komi allan tíman til með að taka saman við David Luiz fram yfir hann, sko, þó hann sé með einhver skári hálfgæslu. En ég var mjög áhyggjufullur ef ég var í Chelsea stuðningsmaður. Ég missa Hazard út sem að ég er bara nánast pottþéttur með. Ég held að Hazard sé bara alltaf að fara, missa Willian út. Hvað gerir maður eins og Pedro? Hvað er Morata að fara að gera þarna? Steini, ég held að sé rosalega mörg spurningamarki að neppi. Já, ég held Steini að þau séu það mörg að við ef ekki bara stefna að fá Chelsea mann í næsta þátti okkur og fara þessi yfir þetta betur. Ég held að. Yfir með þeim hérna. Maggi, höldum að þess áfram, ég ætla, sko, það má náttúrulega ekki vera bara gleðifréttir, sko. Það sjálfsögðu þurfti að koma núna, sko, reyndar, kannski segir það svolítið til klassan hjá Chamberlain að hann vildi ekki að þessar fréttir lækju að tímabilið væri búið hjá hann, sko, næsta tímabil líka eftir hennar Rómaleik, en það er að koma nú ljós að hann verður líklega ekkert mikið meira með í vetur og er ekki að horfa að það skýri þá enn frekar þessi kaup til dæmis og Shaqiri? Jú, klárlega. Ég talaði það í síðasta podcast að ég kæri alveg leysa einhverja
leikinn á miðjunni og ég held að það með það sem Henderson og Fabinho með Shaqiri var held ég bara alveg option í einhverjum leikjum. Henderson og Fabinho, þessi Fabinho virkar á mig, Keita komið góður, virkar á mig leikmaður sem hefur miklu yfirferð og þá getur alveg verið með leikmaður sem svolítið meira upptekinn á sóknarleiknum heldur en varnarleiknum, þannig að ég held að það sé alveg klárlega ástæðan fyrir því. Auðvitað alltaf má segja það að þetta alltaf gerir bara Lallana en þá mikilvægari, hann virkar á fullri ferð og skiptir alltaf mjög miklu máli. Þetta alltaf ömurlegt bara fyrst og fremst kannski fyrir Oxlade-Chamberlain að fara í gegnum svona slæm meiðsli og bara challengeira hann að koma tilbaka aftur á því runni sem hann var áður en þetta kom upp á. Hann var alltaf búinn að standa sig mjög vel. Það hafa ekkert margir hjá okkur verið sem hafa verið að koma tilbaka þannig séð hjá okkur úr svona meiðslum. Nei, það er að segja sko. Já, alveg nákvæmlega, það verður bara challenge fyrir hann að koma tilbaka eftir heilt ári meiðslum en einhvern veginn, þú veist, hann hefur einhver ári sem ég fíla hann, ég gerir mig vonur það en það er eitthvað sem er náttúrulega ferlega svekkjandi að þetta hefur verið því að ég var að spjalla á fótboltaleik og kvöld og var að spjalla við mann sem var töluvert meira að vita á heldur en við og hann vildi meina það að þessar upplýsingar að menn þyrftu að vera í árskvíld eftir þessi meiðsli og svo uppgefin væru það að það skaddast líklega eitthvað meira og það hefði orðið að byggja þetta upp á þann háttinn að það væri bara þá varu menn ekki að treysta þessum böndum fyrir en eftir gríðarlega mikla eins og hann sagði áreynslu sko. Þannig að það er ekkert sjálfgefið að Oxlade-Chamberlain komið tilbaka aftur sérstaklega því eins og hann sagði það sem Oxlade-Chamberlain kannski hefur náttúrulega helst sem kost svona ákveðin styrkur og hraði sem náttúrulega hættan að menn tapi í svona meiðslum. Þannig að það er alveg áhyggjufullar fréttir og ekki góðar fréttir til miður. En ég held að það að fá Lallana tilbaka og einmitt kaupa Shaqiri með Naby Keita og Fabinho, það á bara að duga okkur, bætum svo Milner og Henderson inn í þessu jöfnu. Það á þetta bara að vera allt í lagi. Ég held að það ætti að vera það en ógeðslega fólk með Chamberlain. Þetta er líka eins og að spá í dag, sko, mér finnst þetta gera svo oft með leikmenn sem hafa verið hjá okkur í stuttan tíma sem eru lendið í að missa úr alveg heilt tímabil, sko, og þú veist, núna undanfarin ári, bara eftir hugsun að Borini, Sturridge, Gómez, Ings, Klein, Lallana og þú veist, allir sem eru búin að vera frekar stutt og þá missa þær úr alveg, sko, í svona mikil langtímameiðsli, sko, það er ekki eins og þetta sé alltaf sama sem er að hrjáða þá, sko, en það er lítið við þess að gera, Steini, við kannski endum þetta á tökum aðeins fyrir Fekir, þetta er ekki James Pearce og Echo sem er að koma með fréttur að Liverpool sé búið að endurvekja dílinn kannski ekkert á svona fullu gassi en það hefur aldrei dáið þessi orðrómur og það hefur engin annar komið svona ferskur upp úr slúðrunu þannig að er það ekki bara þessi fókusin hjá okkur fyrir næstu viku fyrir Ameríkuferðina? Þeir eru náttúrulega búin að skáta hann alveg í drasl sko. Pearce er búinn að segja það bara berum orðum og þetta er gaurinn sem að Klopp vill. Þetta er gaur sem hann getur sett inn í miðjustuð, þetta er gaur sem hann getur sett út á kant, hann getur sett hann í hólu, hann getur sett hann fram. Þetta er bara, hann er flottur í föstum leikadriðum og spynnum að góður hann að Þetta er mest að like for like fyrir mínu eða ekki? Já, ég veit hann tikkar í öll boxinu Klopp og það er búið að skoða hann og þeir leggja mikið upp úr svona personum, hann er fyrirliði Lyon, hann er bara að tikka í öll boxin og í rauninni er bara ótrúlega að hann skulle ekki vera orðin leikmaður Liverpool nú þegar. Þetta ferli, það er alltaf að koma betur og betur í ljós hvernig þetta ferli og hvað gerðist þarna á sínum tíma. En við erum búin að fara í gegnum það og menn fjallu bara hreinlega á tíma og núna virðist tíminn vera komin aftur í fangið af mönnum og Álas veit alveg að hann þarf pening, Álas sem stjórnarformaður Lyon, hann veit að Fekir er búinn að biðja að fara, hann vill fara, hann er ekki að fara að spila fyrir þá núna og hann vill bara fara á eitt stað. Þannig að manni sýnist á öllu að það bara öll, eins og ég segir í Gíslasögu öll renna til Dýrafjarðar og þetta verði klárað. Ég bara hef fulla trú á því þetta snýst bara svona
hvernig menn alltaf greiðan og hver loka upphæðin verður, hvað verður mikið árangstengt og annað slíkt. Þannig að þetta bara ef að Fekir dettur inn núna sem að mjög margt bendir til, þá hægt að gefa þessum glugga 10,5. Það var þannig. Klárlega, og ég meni, við skulum ég bara það kannski ágætt að bíða þetta Fekir mál klárist einhvern veginn. Ég held að hann sé náttúrulega, hann er klárlega uppgreitt frá því sem ef við lítum á það, við erum erfitt að búa til uppgreitt að Salamanni og fyrir mínu var, hann er klárlega uppgreitt í það að geta þá lest þá af held ég með við hann að spila sem kantstrækir líka af Fraklandi, þá verðist hann alveg geta lest það allt ágætlega. Það voru kannski 2 unglingafréttir sem kannski við þurfum aðeins að skoða lokinn, því ég vissum að við getum tekið alveg heilan þáttur að Fekir komið líka. Það var annars vegar það komið svolítið óvart að Harry Wilson fékk mjög stuttan tíma til að sanna sig hjá Liverpool og fór til Derby og það svo sem fyrir mig skemmtilegt, þegar að ég mun sjá fullt að leikjum í honum þá, því að Derby mitt lið svona númer 2 í mennska bolta hefur lengi verið. Þannig að hann Lampard stjórið þeirra? Jú, Lampard að taka við, það er spennandi að sjá hvernig það allt fer. En það auðvitað lið sem hefur náttúrulega töluvert betra heldur en Hull og hefur náttúrulega undanfarin 10 ár verið á bilinu 3-7 í þessari deild, aldrei náð að fara upp í efstu deildina en svona klúbbur af svona öðrum stature heldur en Hull með virðingu fyrir þeim. Þannig að það verður bara ógeðslega gaman að sjá hvernig hans þróun verður. Ég var að vona hann fengi kannski aðeins meiri séns, en ég er að vona hann sé bara það góður að þeir vilji frekar hafa bara all in í einhverju tímabili heldur en að hafa hann svona í svona einhverju squad player í okkur í vetur. En svo líka bara að því ég er nú svo með svona blæti fyrir þessum ungum mönnum, þá var líka frábært að það væri staðfest að Ryan Brewster væri settur inn í leikmann á Liverpool og það kannski segir nú svolítið hvaða trúðir hafa á honum, að hann náttúrulega lenti í meiðslum sem voru nákvæmlega sömu meiðsl á Chamberlain í janúar og verður ekki tilbúin fyrir í desember, að í miðjum þeim rehabilitation ferli. Er svona langt í Brewster? Já, Brewster kemur ekki fyrir í desember aftur að þá gera þið við hann 4 ára professional samning Þannig að það var líka lok desember, lok desember, ég sem að væri desember. Þannig að það er náttúrulega bara intent sem að verður bara gaman að sjá hvort að það staðinn, það fá einhverja mínútur þegar hann kemur tilbaka. Þannig að eftir HM þá er búið að vera fullt af spennandi fréttum og ég bara, svo ég segi, bara hefði alveg viljað sjá Wilson kannski fá þess meiri séns en hann ætti þarna að fá að vera í svona í góðu championship liði sem að mér finnst svona vera alveg hans lágmarkskrafa varðandi næsta skref. En það sem ég býð svolítið spenntur eftir einhvern veginn að því við erum að fara inn í þetta Bandaríkjaferðalag það er magna við erum ekki að selja það, þessi leikmann ábyrgð hann að telja alveg nokkra 10 leikmanna, það hlýtur nú að fara að gerast að þetta í ganga við fyrir að selja einhverja En það er seinni podcastin sem að taka sennilega því. Þetta fer að detta í 100? Já. En það er hellings peningur þar inni sem að við getum alveg átt vona á í sölu á leikmönnum Bara heldur. Ef þetta dettur inn, ef þetta fer sem horfir sem við erum að tala núna, þá erum við náttúrulega bara búnir með innkaupin. Það er ekki flókið. Þetta er bara, hópurinn er klár. Þá er þetta bara spurning hverjir eru að fara. Og þá kemur risa spurningin sem að kemur á hverju einasta hausti. Hvað með Daniel Sturridge? Já. Hann gaf það út í dag, hann ætlar að vera bara á liðinni hverju viku, spila í hverju viku. Ég hef ekki séð Sturridge svona fitt á þessum tíma, bara í mörg ár. En þú hefur aldrei séð hann fitt heldur á þessum tíma, þannig að ekki frekar Ég meina Sturridge, Origi náttúrulega, það er peningur í honum, hann er náttúrulega pottþétt að fara, hann er náttúrulega lítið afskaplega út í þessum æfingaleikjum og bara alls ekki maður í þetta lið okkar. Ég meina Ings er að fara, ég meina þessir ungu leikmenn, við erum að lána Wilson og þar, við erum með fullt af ungu leikmenni sem þeir hljóta að selja, sem eru að henda sér í vella í hafsend og eitthvað svona, þannig að það er fullt af peningum inn í félaginu sem að bara býða þetta að leystir út En það er mjög gott að býða með það, kláraðu hitt, síðan bara týndu það síðan í rólega, hversu oft hefur verið þeirra aðstöðu við þurfum að selja til að kaupa? Já. Þetta er það er bara ekki núna.
Okkur nákvæmlega saman líka flest af þessu sem fara, þetta hefur ekki það mikil áhrif á hópinn allavega svona af þessum búist við. Það gæti náttúrulega komið eitthvað svona vænaldur með eitthvað sem við búist ekki við og vonust ekki, en strákar, það umræða fyrir næstu þætti hjá okkur. Við heldur fyrir að setja punktinn yfir þetta hér. Það Blackburn leikur morgun, síðasti leikurinn fyrir þessa Bandaríkjaferð. Það búið gefið út og Danny Ward í markinu. Alisson verður náttúrulega í fríi bara jafn lengi og Firmino, hann fer ekki til Bandaríkjanna ef hann skrifar undir að Liverpool. Það bara, James Pearce búinn að gefa það strax út, þannig að hann það líka áhugavert og spurning hversu hratt hendunum inn í liði. Maður myndi nú alltaf ætla að hann myndi byrja strax frá fyrsta leik, en eitthvað fleira spennandi sem við erum að horfa í varandi leikin á morgun? Það kannski helst á Sturridge og Ríki, hvort að þeir nýti sénsinn betur en það verið að gera? Ég held að Ríki sé búið með sénsinn. Ég bara reyndur alltaf að Harry Wilson sem farinn, þannig að vera kannski ekki margir sendir þarna, en ég held að morgundagurinn verði bara Danny Ward dagurinn, sko. Ég held að það verði stóra málið þarna. Ég held að sé engin nýr að koma inn og ég átta mikið alveg á hvað ég voru að spila 4 leiki, þannig örugglega bara til þess að svona, ég held að sé bara með eitthvað ógeðslegar púlæfingar og þá svona ágætt að leyfa mönnum bara að spila leik svona inn á milli til þess að brjóta það upp, sko. En þessi leikir hafa nú held ég ekki leitt margt til ljós hingað til og ég hef ekki væntingar það eitt á morgun, annað heldur en Danny Ward, sko. Mér fannst menn alls ekki nenna þessum út í búri og ég pínur hættur að það verið svipað á morgun, þetta verður nú ekki mikill fótboltaleikur. Þetta er bara Danny Ward. Á móti þessi 3 lykilum, þetta er flott saga að láta þessi lið fá heimaleika móti Liverpool, það er líka faktor í þessu, sko. Ég held reyndar að Daniel Sturridge dæmið sé svona starra og meira heldur en að við ræðum Ég held að hann er að það háum launum að þetta verður spurningum hvort að hann nái að sýna það að hann geti verið hluti af þessum hóp, geti verið option sem hægt er að nota þrátt fyrir öll vombriðin varðandi meiðslin síðustu ára, því að það er ekkit auðvelt að sippa þessum gaur út, bara út á laununum. Þannig að sko, þeir eru í vandræðum með hann. Þetta er þvílíkt talentgaur, þetta er algjör bomba að eiga ef hann er í formi og í lagi. En hann virðist líka að vera ágætur í hóp, hann hefur aldrei verið neitt talið að vera með eitthvað vesen en eitt svoleiðis. Nei, aldrei vesen og sér nú viðtalið við hann í dag. Hann er bara, ég vill bara sanna mig, ég vill bara komast inn aftur, ég var á láni, ég vill bara vera þáttakandi. Þannig að ég held í alvöru tala að Daniel Sturridge, þetta verði stór leikur fyrir hann og þetta verði stór Ameríkuferð fyrir Daniel Sturridge. Ef hann kemur vel út úr þessu, þá ég ekki hissa þótt að Klopp myndi bara taka sénsinn á honum að hafa hann sem rotation striker. Já, ég ætla að setja punktinn hérna, strákar, við guðum að vita hvernig við komum aftur, það verður ekki bara aftur mánudaginn eitthvað, við erum búin að kaupa 3 viðbót og selja 2. En hérna, ég heldur bara að gefum ekkert út hvernig við komum aftur, það var eitthvað 1-2-3 vikur. Og hérna, eins og segjum, við bara bíðum spennt eftir fréttum af Alisson og kjölfarið Fekir. En dagskráin tæmd í bili. Takk í kvöld.